Miðvikudagurinn 10. apríl var stór dagur í sögu Grindavíkur. 50 ár voru liðin síðan bærinn fékk kaupstaðarréttindi. Skipulagning stórafmælis var komin á fullt en öll slík plön flugu út gluggann 10. nóvember á síðasta ári. Bæjarstjórn Grindavíkur hélt samt hátíðarfund í Gjánni sem hluti af íþróttamannvirkjum Grindvíkinga. Þar sem forseti Íslands, Guðni T.H. Jóhannesson, flutti ávarp og nokkrir valinkunnir Grindjánar voru heiðraðir fyrir sitt framlag til menningar og annarra mála í bænum. Ásrún Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur. Hún stýrði veisluhöldunum af röggsemi. Ásrún, til hamingju með frábæran dag, 50 ára afmæli. Já, takk fyrir það. Og var þetta ekki mjög vel lukkað í dag? Herru, þetta var bara, held ég, það besta sem við gátum gert í þessum aðstæðum, sko. Við hefum sannarlega viljað halda upp á daginn með öðrum hætti. Við vorum búin að stofna til afmælisnefndar og ætluðum okkur bara stóra hluti og töluðum í rauninni bara afmælisár, sko. En þetta var bara yndisleg stund og táknrænt að vera hér í Gjánni. Já, bara gott að við gátum verið hér í Grindavík með þennan fund. Og svona hátilegt og auðvitað eru allir að fagna en það var nú stutt í tár hjá þér inn á milli og þeir sem voru að fá þessi verðlaun, þau voru flest held ég. Þannig er þetta ekki dálítið svona tilfinninga? Jú, þetta er það. Ég meina, við erum bara, þú veist, ég ætla bara að vera heiðarleg með það. Við bara erum í sorg. Já. Það er bara svoleiðis og það er líka einhvern veginn svona þegar maður að vinna kannski texta varðandi þessa heiðurshafa, viðurkenningarhafa, að þá svona, maður fer svo tilbaka í söguna og hugsa bara hvað þessu frábært samfélag í rauninni Grindavík er. Sem við söknum öll og... Já, algjörlega. Já, en það er ekkert, við ætlum okkur auðvitað, við munum enda í Grindavík, það er bara potið. Hvenær það verður, vitum við kannski ekki alveg, en það er bara full að fara áfram með það ekki. Já, við náttúrulega erum endalaust að spyrja okkur spurningar sem eiginlega bara enginn getur svarað okkur, sko. En að sjálfsögðu, ég ætla að vona að ég hafi gefið svona fólki ákveðna von eða bjartsýni. Mér finnst það bara mikilvægt að við stefnum bara ótrauð þangað og hefjum svona bara skynsama uppbyggingu. Ásrún tilkynnti að lokum að bæjarstjórn hefði ákveðið að kaupa listaverk sem verður staðsett á áberandi stað í Grindavík til heiðurs hinum grindvíska sjálfboðaliða. Þau Aðalgeir Jóhannsson, Birna Bjarnadóttir, Björn Birgisson, Guðfinna Bógadóttir, Gunnar Tómasson, Jónas Karl Þórhallsson, Kristín Elísabet Pálsdóttir og Stefánía Ólafsdóttir hlutu heiðursviðurkenningu frá Grindavíkurbæ fyrir framlag sitt til grindvísks samfélags. Er ekki dálítið erfitt fyrir það að taka eitthvað eitt út úr svona frá ferlinum sem þú ert alltaf nýbúin að gefa út bók? Já, maður er bara alveg í þar núna, sko. Maður er að lesa upp fyrir fólk og svona sinna því og það er voða gaman. Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í þegar ég kom hingað. Þetta var eitthvað, hún hringdi mig hún Ásrún og svona fór eitthvað lauslega í kringum þetta. En hún sagði mér að ég að vera í sparifötum. Það var eins gott hún nefndi það. En er ég í bullinu ef að mér finnst svona þitt framlag til menningarlífs þessi frábæri staður Bryggjan sem ég bjuggum til? Hlýtur það ekki að skora dálítið átt? Það var mjög gaman. Þetta var mjög skemmtilegt og mjög fullnægjandi fyrir mann. Maður fann sig verulega vel á Bryggjunni og leitaði til margra og allir vildu koma. Ég er nýbúinn að horfa á YouTube einstakt vídeó sem einhver tók af Gunnari Þórðarsyni. Það sem hann er að spila alveg ofboðslega fallega á gítarinn og syngur og það var einhver klár sem tók þessa mynd. Það var hafnarlífið, bátarnir, svo labbaði hann inn á bryggjuna og þar var Gunni með gítarinn og fullt af fólki. Þetta var yndislegt. Ég sá þetta bara á YouTube fyrir tilviljun. Já, ég er frekar, sko, þó ég sé svona kjaftaglöð og kást oftast nær, en þá er ég voðalega meirlind þegar eitthvað svona kemur svona hlýtt við hjartað í mér. Já, og ef þetta er ekki staður og stund til að verða hlýtt í hjartanu, þá bæði þessar hremmingar allavega Grindavík en að fá svona heiðrun. Ertu ekki óbúslega stolt? Jú, ég er afskaplega glöð með þessu. Ég er svo þakklátt fyrir að bara svona venjuleg, sko bara húsmóðir eins og ég, sem fór alltaf inn að vinna úti bara þegar börnin voru orðin dálítið stelpur. Því það var engin leikskóla hérna í gamla daga og mannsstaðar. Nei, þú ert svo lítill og manst það ekki. Að þá bara er ég mjög að fólki sýndi mun eftir mér.
Það er nú það. Ef þú átt svona að reyna að taka eitthvað út úr, af hverju ertu stoltust? Þú veist, þú ert að fá verðlaun bara fyrir þitt starf í kirkjunni og allt þetta, en geturðu tekið eitthvað út úr sem þú ert stoltar af, eitt frekar en annað? Já, ég er náttúrulega mjög stolt að hafa fengið að vera kirkjuvörður í Grindavíkurkirkju. Og vera þar alveg allsráðandi innandyr og geta hugsað þetta bara eins og mitt bara aðal uppáhald og já, bara eins og mitt heimili. Ég bara elskaði þetta alveg og vera í barnastarfi. Ég var mikið í barnastarfi sem barn á Ísafirði. Þannig að þetta var alveg sko, næst hjarta mín alveg og með þessu yndislega fólki í bænum og geta verið með fólki í sorg og gleði og öllu, Sigurbjörn, það er yndislegt. Þú getur ekki verið í betri starfi. Nei. Og þú svona mikill Grindvíkingur greinilega í þér. Já. Hvernig líst þér á þetta? Hvenær heldurðu að þið hjónin verði komin aftur til Grindavíkur? Já, við allavega gefum þessu 2 ár, minnstu kosti, til að byrja með. Við erum bæði orðin náttúrulega fullorðin og ef heilsa og líf gefur okkur áfram að ef allt gengur vel þá reikna ég bara með að við komum aftur. En eins og erum við búsett í Boðaþingi 8 í Kópavogi og okkur líður alveg yndislega vel og við höfum aldrei þurft að vera á flæking og bara njóta lífsins þar núna bara og förum okkar göngutúra og daglegt líf gengur eins og þegar gekk í Grindavík og Blómsturvöllum 6. Bjössi, innilega til hamingju með þessi verðlaun. Já, takk fyrir það. Ef ég biðði að svona taka eitt af ferlinum, svona, hvað finnst þér svona þitt helsta svona afrek til menningarmála í Grindavík? Ég hef ekkert afrekað, en það skemmtilegasta sem ég gerði var að gefa út blaðið í 14 ár. Já. Það er skemmtileg vinna og hún fylgir manni væntanlega til grafar. Já, og þú hefur náttúrulega komið af mörgum félagsstörfum og það kom fram, þú spilaði bæði fótbolta og körfubolta, varst formaður, þú varst kynnir og allt þetta, þú hefur komið af mjög miklu, en já, það er ekki á neitt af þessu hallað ef að bæjarbótin er svona þitt flaggskip, er það ekki? Það er aðalstarfið. Það er að segja, það stendur upp úr ef maður á að setja upp einhvern vinsældalista. Þá er það númer 1. Já. Og svo ertu náttúrulega bara nokkuð þekktur í dag, myndi ég segja, sem bara, samfélagsrýnir, ef að kalla það það. Já, ég get ekki lagt neitt mat á það. En þú ert með margar sem að lesa pislana þín á þínu Facebooki og þú hefur gaman að því að tjáðu menn og málefni, er það ekki? Jú, ég veit nokkra sem lesa. Sko, hvað myndir þú taka svona helst út úr þínu svona, starfi til þessara mála þegar þú heiðru fyrir, ef þú átt að taka eitthvað eitt út úr? Já, sko, mér fannst reyndar alltaf rosalega gaman að tilheyra skólasamfélaginu og fékk alltaf, ég var í rauninni, mér fannst bæði gaman að vera sem kennari og vera í eldhúsinu, en svo náttúrulega síðari ár það náttúrulega blómakolli, sko. En sem Rauðakrosskona gleymir maður aldrei því sem maður hefur upplifað þar, sko. Já, en þið öll svona, eigið kannski sem eru heiðrið hérna í dag, þið eigið svona ykkar flaggskip, þannig að Bjössi, flaggskipi og Bjössa er þetta bæjarbótin, þannig að ef að segja er bara blómakottið. Já, það er blómakott. Já. Það er 15 ára hark. Já, en hvernig er staðan á blómakotti í dag? Ertu búin að ná opna einhvers staðar annars staðar? Nei. Ertu með einhver svoleiðis áform? Nei, ég finn að ég er bara pínu flotta, sko. Ég á mjög erfitt með að, ég er ekki búin að tæma, sko. Og ég á rosalega erfitt með að segja að ég sé að loka blómakotti. Þannig að það er enn pínu óskrifað blað. Og ennþá er mögulega á því að þú munir bara búa hér áfram núna á næstunni og bara hafa opið. Ég vissum að þeir Grindvíkingar sem er að flytja, þeir eru mjög ánægðir með það. En ég held að það sé ekki svona grundvöllur fyrir því að á næstunni, þetta er ekki kannski fyrsta þjónustan sem við þurfum, en samfélagið og samfélagið okkar myndi þurfa á því að halda kannski svona þessari samveru, sko. Ég skal nánast... Ætlar að mæta? Ég mun mæta og ég skal nánast veðja við því. Ef að bærinn verður síðan opnaði fyrir ferðamönnum og annað, þá verður þetta vinsælasta blómabúð á Íslandi. Já. Þess vegna get ég ekki sagt að ég sé hætt. Ef þú svona ferði gegnum ferilinn, það er verið að heiðra þig fyrir hin og þessu störf. Ef að þú
átt að taka eitthvað eitt út úr? Hvað flaggskipið þitt í þessum málum? Í þessum málum? Ég ætla að sé nú ekki björgunarsveitin, kannski. Þar maður var mest og lengst og svo sinnti því svo starfi bara á landsvísu fyrir rest, sko. Þannig að maður óksótið með starfinu hérna í Grindavík og kannski það sem maður hugsaði oftast með breytinguna frá því sem í dag, sko, að þá fannst mér við alltaf vera að ganga fjörurnar í gamla daga. Já. Það var bara alveg hreint reglulegur á hverjum einasta vetri verið að ganga fjörur fram og tilbaka. En sem betur fer sá tími liðinn, sko. Þannig eins og ég segi, ef þú þarft að taka eitthvað eitt út úr þá svona björgunarsveitin Þorbjörn, svona flaggskipið, en þú varst formaður Gyðjum tíma. Já, ég var... Pabbi þinn einn af frumstofnendum þess félags og svoleiðis, þannig að þú stofnar yfir því líka. Já, formaður íþróttafélags Grindavíkur og sem breytti svo í ungmennafélag. Og ég var þar formaður ég var líka gjaldkeri til að byrja með og síðan formaður. Og þá var kannski minnistaðast að böllin í festi og og svartsengishátíðarnar. Það var ansi mikið starf. Já, og svo náttúrulega körfuboltinn, þegar við byrjuðum körfuboltann. Það var líka... Þú ert einn af frumkvöldum í því? Já, við vorum bara allir að koma úr héraðsskólunum út á landi og fengum ekkert inn í liðunum í Reykjavík. Þá fórum við á stað með körfuboltann í Grindavík og fórum að keppa og við æfðum í Grindavík, í krossinum í Njarðvíkunum og í KR-heimilinu í Reykjavík. Og ég segi nú stundum að við vorum fyrstir til þess að kaupa leikmenn og það voru skólafélagar okkur Reykholti sem komu og þeir þurftu ekki að borga bensínið þegar við fórum á æfingar eða í keppni. Þannig að það var greiðslan. Jónas, það náttúrulega nokkuð einfalt hver ástæðan fyrir að þú ert heiðraður, þitt svona starf til í bara íþróttamálum og þá þetta fótboltinn. Og ekki dálítið tákræft að vera að horfa hérna á bara Grindavíkurvöllinn og á stúkuna? Jú, þetta bara til að fara alla leið, þá voru þessi aðstæða að koma, sko. Annars hefðu við ekki farið neitt. Ef ég bið þig að svona fara í gegnum þennan feril, hvað það svona, hvað tekur þið helst út úr þessu starfi? Það Guðlahúsið, það fyrsti grasvöllurinn eða fyrsti Evrópu, þú veist, getur þið týnt? Já, bara það fyrsta sem ég var að segja fólki hérna áðan að það grunnurinn að þessu öllu saman er þessi félagskennd sem að Grindvíkingar hafa ræktað. Samkennd og við vorum að rifja upp hérna ég og Stína Páls að við vorum á Laugarvatni í 5 ár, 78 til 83, leikmenn meistaraflokks, makar og börn. Æfðum í viku á Laugarvatni og aldrei áfengi haft hönd. Og lýgur því eða ekki? Þetta alveg, já, þarna var grunnurinn lagður. Og síðan alltaf þegar ég hætti að spila, við höfum búin að fara, ég fór 4 sinnum í úrslit í 3. deild, alltaf lentum á móti liðum með gras og runnum á raskatið. Ja. Og þegar ég hætti sem leikmaður og tók við formennsku, þá var það fyrsta að það var að byggja upp, alltaf við byrjum á Guðlósunu og síðan að taka grasið og síðan kemur þetta koll á kolli. Alltaf þegar við fórum að stíga fram og framkvæma, þá kom árangur. En þú verður að taka eitt út úr. Þetta að taka 94 og fara í bikarúrslit og upp í úrvalsdeild? Það kannski svona... Reyndar 89 og það var alveg einstakt, sko. Búið að bíða lengi eftir að Ég vilja eiga hérna mynda senu að þegar pabbiðinn var að hlaupa til hliðarlínu og láta spiliðum í jörðinni niður. Það var 715 eða 20. Menn voru í sjóarastökkum, sko. En það var ofboðslega skemmtilegt og þá sá maður heilla undir, sko, nú var þetta að fara að gerast. Og 94 náttúrulega kemur bara aftur. Svo Evrópukeppni, hvaða ár förum við Evrópukeppni? Við förum vinnum okkur réttinn árið 2000, spilum fyrst 2001, vígjum öllu hérna 17. júní og síðan eftirminnilegu leikur hérna 2003 í Kantinn þegar við vorum 27 sekúndur frá því að taka á móti Feyenoord út hérna á Grindavíkurvelli. En mér svona heyrist að það eru meiri líkur að ég fái þið til þess að gera upp á milli Ástrúnar Gerðar eða Vilmundar Bandar eða taka eitthvað eitt út úr ferlinum, eða ekki? Já, börnin eða fótboltinn? Já, þú átt erfitt með að týna eitthvað eitt atriði. Þú vilt ekki gera milli bandana þetta? Nei, ég gera það ekki, en
En það sem stendur upp úr í, það félagskenndin og félagsskapurinn. Einstaklega heppið með allt þetta fólk sem var með mér og það var alltaf þannig að fólki sem kom, það tók alltaf maka sinn með. Þannig að við byggum til félagsskap og ræktum hann allan tíman. Og vorum á Akureyri á Pólamóti Þórs, unnum það 4-5 sinnum og það voru tíma voru yfir 100 manns sem fylgdi bara Pólamótsliðinu á Akureyri. Þetta er Grindavík. Þetta er, þú tekur þetta... Þetta tek ég út úr. Þú tekur þetta helst út úr. Þetta er bara súrefni og bensíni sem til að fara alla leið, þá þarf að hafa þetta fólk með þér. Það þýðir ekkert fyrir fjölskyldum að alltaf fara bara að vasast að eyða öllum tímanum í þetta ef hann ekki með konun og börnum með sér. Það er bara, ekki séns. Það má gleyma. Dröfn þín heitin, hún var eins og klettur á bak við allan tímann. Hún stóð vaktin allan tímann og stjórnaði kvennastarfinu og það var gríðarlega öflugt. Alveg bara, það var alltaf, við byrjuðum þegar við vorum að byrja á vorin, þá byrjuðum við að skipuleggja vaktir. Það voru 3 konur að vinna í gulhúsinu, að þvo búninga og þrífa hérna allt og hella upp á kaffi. Og síðan kom á leikjum, þá kom alveg herdeildin sko, allt kvenfólk. Kristín Pálsdóttir, innilega til hamingju með þessi verðlaun. Takk. Mér sýndist nú á ykkur öllum að það var nú stutt í tárin, eða ekki? Jó, það var svolítið. Ég er ekki alltaf með maskara núna. Jú, veist að þetta mér ekki rosalega vænt þetta. En var svona, jú, þetta er bara... Og það þarf nú lítið til þess að fá mann núna til þess að roðna. Sérstaklega á þessum tímum kannski, já. En ef við svona bara rétt, hvað myndir þú segja sé eftirminnilegast? Þú ert heiðruð fyrir þín störf, ef þú getur tekið eitthvað út sem er eftirminnilegra en annað? Ég held að ætli sé ekki þetta sem ég hef kannski verið mest í. Það er barnastarfið í rauninni, leikskólinn og svo þegar ég fór að leyfa mér það og gefa mér tíma í að og fá tækifæri til þess að vera með listasmiðjur. Já, var það hvað fyrir sjóara síkáta eitthvað sem að þú komst Já, það er í rauninni svona kveikjan, þetta er alltaf blundað í mér, að kaupa ykkur skemmu, vera með svona gróft svona, það var aldrei almennilega pláss fyrir þetta í leikskólanum, svona stóra list sko, eða þá er ég að meina síldartunnur og alls konar til þess að búa til tónlist og vera með háaða og með að hafa pláss. Svo var það fyrir eina menningavikuna, að þá var íbúafundur og ég spyr þá og kem ég með þessa hugmynd að mér fannst vera bara svo mikið bara fyrir fullorðna fólki. Það vantaði eitthvað í börnin og það var tekið mjög vel í það. Þannig að þá höfðum við hópskóla, fekk bara að safna til mig fólki, fekk þar alveg fullt af þeim sem hafa áhuga og síðan erum við búin að vera með en aldrei ég ein, alltaf með náttúrulega fólk með mér. En kom ekki líka fram í ræðinu þig, ert þú með einhverja tengingu við sveinana upp á fjöllum? Hvernig áttu þú ekki þátt í að þeir fóru að koma hérna á aðfangadegi? Sko, ég nefnilega, mér langar svolítið að halda á lofti, það var þess vegna kom ég þessu nú að þarna, halda á lofti Jósé-starfinu, stofnuðum Jósé-félag sem var öflugt svolítinn tíma og þeir voru Maggi Ólafs og Kristín Ben og Viktoría og Línu Vík, við vorum stór hópur og inn í því voru alls konar nefndir og byggðarlagsnefndin. Hún í rauninni kemur, við setjum á þetta að aðfangadag, það voru hópur sem saumaði búninga, þannig það var svona fyrstu, ég leyfi mér að segja að þetta var fyrst sem jólasveinarnir komu og svo vegvísarnir og svo rusladagurinn, þar sem var hreinsunardagur Grindavíkur. Ég er svolítið stolt af því stundum að þegar ég horfi á þetta, þú veist að já, þetta lifir, þetta er svona afrakstur af, það hélt áfram þó að Jósé færi svo. Stella, innilega til hamingju með þessu verðlaun. Ég sá nú á mörgum þegar þeir svona fóru upp og tóku við verðlaunum, var stutt í tárin á þér? Já. Sérstaklega á þessum tíma, á þessum stað, sko. Já, það var mjög óvænt. Já, þú reynir ekkert að þræta fyrir það? Nei. Ef ég spyr þig, hvað er svona eftirminnilegast frá ferlinu, ástæðan fyrir að þú færið þessi verðlaun? Geturðu nefnt eitthvað sem að... Sko, ég náttúrulega í raun og veru öll mín vinnuár eru í skólanum. Og það var bara alveg yndislegt að vera þar, þess vegna þetta var ég svona lengi.
og bara taka þátt í uppbyggingu og vera með eiga gott samstarf við krakkana og manni þótti vænt þessa krakka og bara því ég líti kringum mig á svona mannamótum Grindvíkinga þá hef ég kennt sko meiripartinum af fólkinu sko. Og eitthvað segir mér að, já, menna þið kennararnir, þú veist, svona, sumir eru kannski svona misvinsælir meðal nemendana, en mig grunar ég get ekki hitt á einn einasta Grindvíking sem að getur sagt eitthvað nema fallegt þig sem kennara, sem kendi mér alla og ég var mjög ánægður með þig. Já, ég var bara rosalega lukkuleg sko og þú veist, það gekk allt upp og ég náttúrulega ekkert manneskja sem mikið fyrir átök og æsing sko, frekar kannski svona aðeins með jafnaðargeð og vinna hlutin í rólegheitum og það það sem virkar auðvitað best, sérstaklega þegar maður eiga við börn og unglinga sko. En ég ætla náttúrulega líka að nefna sko, náttúrulega bara alltaf verið svo gott samfélag í skólan, starfsfólkið og mikið sama fólkið og þú veist, þetta var allt bara yndislegt. Enda var ég svona lengi sko, verið 43 ár í skólan. Já, þannig að svona aðal ástæðan fyrir þinni viðurkenningu þitt starf í skólanum, en svo þú komst að menningarmálum dálítið líka, eða ekki? Sko, svo var ég í sóknarnefnd. Nú man ég náttúrulega ekki nákvæmlega hvað ég var lengi, en ég var þar í yfir 10 ár sko og var varaformaður svolítið lengi og tók svo við þegar Jón Hólmgeirsson dó mjög snögglega og var formaður í nokkur ár, 3-4 ár og það var líka mjög gefandi og þá stóðum við í ýmsum stórræðum, við til dæmis vorum að safna fyrir orgeli, orgelinu nýja og við vorum að stóðum fyrir mikil uppbygging út í kirkjugarði, nýji garðurinn var tekin í notkun og hleðslur og torg og þú veist, það var ýmislegt að gerast sko. Þannig að þú ert mjög vel að þessu velinu komin til. Já, ég bara vona það. Ég er allavega mjög þakklátt. Gunni, enn og aftur hittustu hérna í Grindavík. Ég er búinn að missa tölun á öllum þeim viðtölum sem ég teki við þig, en hvernig finnst þér að vera viðstaddur hér í dag? Ég verð að segja þér það eru blendnar tilfinningar. Það á að vera hamingjustund og gleðistund og það auðvitað. 50 ára Kaupstaðar afmæli og íbúar hér í Grindavík heiðraðir fyrir þeirra framlag í þágu samfélagsins og auðvitað þetta því leytinu gleðistund. En ég kom hér inn í nær auðan bæ. Ég var við svipuð hátíðahöld út á Seltjarnarnesi í gær. 50 ára afmæli Kaupstaðarréttinda. Glaumur og gleði, iðandi mannlíf. Alveg eins og það hefur verið þegar við höfum hist hérna svo oft, en ekki nú. Og ég rifjaði upp allar þær heimsóknir sem ég hef haldið í hér. Alltaf notið gestrisni og góðvildar heimafólks í opinberum erindagjörðum. Skoraðar á Hólmers í hérna Kottaslag með þessu? Í Kottaslag, hvaðeina, einhvern tímann kemur að því. Og líka bara þegar við höfum farið á íþróttamót hérna með krökkunum eða ákveðið að skjótast í sund. Alltaf vel tekið. En það eru Grindvíkingar höfðingjar heima að sækja og nú það bara okkar skylda, okkar Íslendinga, að tryggja að framtíð þessa samfélags hér, að hún verði eins farsæl og verða má. Hann Alli á bryggjunni orðaði þetta svo vel að á milli ragmennsku og fífldirsku hinn gullni meðalvegur og það kjarkur. Kjarkurinn verður að vera óendanlegur, en hann verður leið að byggjast á raunsæi. Nú tökum við einn dag í senn, sjáum hvenær þessum hremmingum linnir, öllum þessum eldsumbrotum og jarðhræringum og í framhaldi af því ákveðum við og hver og einn fyrir sig hvað best fyrir fólk, fyrir fjölskyldur og hver og einn verður að fá að ráða og fá svigrúm til þess að geta skapað sér framtíð. Hvort sem það gæti hugsanlega og vonandi orðið hér í Grindavík eða einhvers staðar annar staðar. Við leggjum engan dóm á það. En að lokum, við grunar þetta svona sennilega í hérna síðasta skipti sem ég tek viðtal við þig hér í Grindavík, en hver veit svo sem, þú líkur störfum hverju. Hvernig þú að sjá svona nánustu framtíð Grindavíkur fyrir þér? Já, ég hygg að hér verði ekki hægt að flytja í stórum stíl. Ég get ekki lagt mat á það auðvitað, ég ekki fróður á því sviði, en
Nú getur fólk sótt þessi úrræði að losa eignir sínar hér og stofna til nýs heimilis annar staðar og auðvitað sjálfsagt að fólk skoði það alvarlega og svo getur fólk snúið tilbaka ef aðstæður leyfa, ef og þegar þessum hremmingum linnir, þannig að við getum byggt upp hér aftur blómlegt samfélag. Þetta þurfa Grindvíkingar að ákveða sjálfir, en leið þurfa þeir að fá þann stuðning samfélagsins sem þeir eiga skilið í þeim efnum. Því að fólki hér hefur svo sannilega í áranna rás lagt sinn skerf í þjóðarþágu. Það ekki margir bæjarstjórar ef einhverjir sem hafa þurft að glíma við svipuð mál og bæjarstjóri Grindavíkur Fannar Jónasson að undanförnu. Hann hefur vakið aðdáun landsmanna fyrir yfirvegun sína í erfiðum aðstæðum Grindvíkinga en hann og aðrir starfsmenn Grindavíkurbæjar voru nýbúnir að koma sér fyrir í Tollusunu eftir að hafa haldið út í bæjarskrifstofum Grindavíkur í Ráðhúsi Reykjavíkur síðan skömmu eftir rýminguna 10. nóvember. Stórt afmæli Grindavíkurkaupstaðar var framundan þegar viðtalið var tekið. Fannar fór yfir það, hátíðarhöldum sjómannahelgina og yfir stöðuna almennt hjá Grindvíkingum. Það sé ekki svona 3 vikur síðan að við fórum endanlega úr Ráðhúsinu og yfir í Tollhúsi, þannig að öll starfsemi bæjarins eða sviðin eru komin hingað og það fór auðvitað mjög vel okkur í Ráðhúsinu en það þægilegra hendur að við séum öll saman og einu stað og nú erum við komin hingað öll, já. Og á hvaða hæð erum við? Erum við á 4. hæðinni? Við erum á 4. hæð og við erum líka með 3. hæðina og svo matsalur á annarri hæð. Gríðarlega góð aðstæða með við það sem hægt að búast við að skuli vera laust svona gott húsnæði. Það fer vel okkur hérna og mjög vel gert við okkur. Einmitt. Það er búið að vera ansi mikið álag á þeir eða ekki? Þetta stórt verkefni á okkur öllum, vissulega og við reynum að gera okkar besta en það þessi óvissa sem að það allra versta. Við vitum ekkert hvernig framtíðin verður hjá okkur og það svona haldið í horfinu, við höldum sjó heima, höldum innviðum gangandi en svo geta komið upp einhver atvik sem að svona rugla það kerfi. Nú auðvitað allt önnur staða uppi, það vorið núna svona rétt að hefjast og sólin hærra lofti þannig að það orðið. Þetta betri heldur en í vetur að geta verið heima og það eru sumir sem eru heima svona þegar að færi gefst og fyrirtækin okkar eru farin að starfa líka og útgerðin og vinnslan, þannig að það svona sem betur fyrir líf í bænum. Þyrst að vera meira á, við vonum að það geti verið sem allra fyrst að við getum farið að efla starfsemina. En ég spurði þig út í þetta, menn nú komin svona einhver, ég veit ekki hvort það var kallað einhver hreyfing eða hvað, búið að stofna einhverju Facebook-grúppu, þessi Grindvíkingar sem eru bara nú þegar fluttir eða eru bara að fara að flytja núna bara sem fyrst. Hvernig svona finnst þér það hljóma hjá þeim? Mér finnst það bara mjög jákvætt. Nú komið kalt vatn á megin hluta bæjarins og hitavitan hefur virkað og rafmagnið líka. Það auðvitað kannski tæft stundum að það getur þurft að rýma bæinn og það lögreglustjórinn og almannavarnir sem ákveða það hverju sinni. En bærin opinn og fólki heimilt á eigin ábyrgð að dvelja heima þó það sé ekki mælt með því að gista endilega, þá það heimilt og sumir gera það. Þannig það bara jákvætt. Finnst þér eitthvað mæla á móti því að stefnan verði kannski sett á að reyna að hefja eðlilegt líf sem fyrst í Grindavík og þá meina ég að vera með skóla og leikskóla? Bara að setja stefnun á það? Já, endilega sko. Við vinnum með því, hérna bæjaryfirvöld, bæjarstjórnin, að það sé hægt að flytja heim þegar að fulls öryggis gætt og fólk hugsa náttúrulega aðalega börnin. Þannig ég held að það verði svona kannski pör og þeir sem búa einir heima hjá sig sem byrja á því að fara heim en síður barnafólkið. Þannig að þetta vonumst við til þess að það sé hægt að vera heima sem allra mest. En við stjórnum ekki náttúrunni og við ráðum heldur ekki alveg för vegna þess að það eru almannavarnir og lögreglustjórinn sem stýrir því hversu lengi við getum verið í bænum og hvenær. Akkurat. Þannig að það dálítið erfitt fyrir ykkur að gefa út eitthvað svona sem stríðir kannski gegn því sem almannavarnir að tala. Já, sjálfsögðu, við myndum aldrei gera það. Það verður mjög óvarlegt að gera það og þetta náttúrulega byggt á
niðurstöðu vísindamanna það hvenær óvætt að fara í bæinn. Og talandi viðgerðir, þær eru hafnar og það er verið að huga að svona, hvað segjum við, brúm og lokun á sprungum. En þetta gríðarlega stórt og mikið verkefni og það dýrt. Og meðan hreyfingin þarna, þá segja vísindamenn að það getur verið að það haldi áfram að gliðna sprungurnar og þannig þetta bara mjög erfitt mál að vinna með en við ætlum okkur að komast heim þegar að það öruggt og þegar að jörðin svona lætur okkur í friði. Við erum auðvitað vonast til þess að það hætti að gjósa við í Sundhnúk og færist á frekar eitthvað annað ef það verður líf í þessum atburðum á Reykjanesinu annar borð. En við verðum að bíða og sjá til og erum tilbúin svona ef og þegar að tækifæri gefst. En þú sem bæjarstjóri ert væntanlega bara ánægður með það að einhverjir ætli að hafa ljósin kveikt? Að sjálfsögðu. Já. Og eins fyrirtækin okkar, við bara fögnum því mjög að þau séu þarna með starfsemi og það þarf að fara saman að fyrirtæki geti verið með starfsemi og íbúar fara að komast heim smá saman. Það auðvitað mikið gleðiefni. Hvað með þessi húsnæðismál? Það alltaf hefur brunnið mest á þessari Grindvíkingum. Leigustyrkurinn og svo náttúrulega Þórkatla og allt þetta. Hvernig finnst þér þetta hafa farið af stað? Það fór ágætlega af stað en það hefur vantað meira framboð af húsnæði. Okkur hefur fundist að það hefði þurft að gera verulega betur í þeim efnum. Nú auðvitað uppkaupin að hefjast, hún nefnir Þórkatlu og við vitum ekki hvað það þýðir í sjálfu sér, hvort að það leysi framboðshliðina, ég held ekki. Það þyrfti að vera meira húsnæði ætlað Grindvíkingum til þess að geta flutt inn. Og við höfum reynt að þrýsta á það en það hefur gengið of hægt. Já, sumar svona gagnrýnisraddir hafa kannski aðeins talað mér finnst persónulega að vera dálítið skrítið að fólk þurfi að bara tæma húsið bara innan 3 mánuða og koma þá búslóðinni og öllu dótinu sem var búið að sanka sér inn í bílskúr eitthvað í einhverja geymslu. Þegar það alveg vitað, það enginn að fara að flytja í þetta hús. Heldur að standi eitthvað til að svona breyta þessu. Mér finnst eðlilegt að allir Grindvíkingarnir eigi að geta komið heim til sín ef það talið öruggt vera kannski yfir helgi, nota þetta eins og sumarhús eða eitthvað svoleiðis. Þá tengingin við Grindavík áfram. Hefurðu heyrt eitthvað þetta? Já, við höfum einmitt fundað bæði með stjórn Þórkatlu og nýráðnum framkvæmdastjóra. Og það mikill vilji til þess að reyna að skoða einhverja lausnir og varðandi þetta. Til dæmis bara geta fengið að fara heim helgar og geyma dótið sitt og svo framvegis. Þannig að það í vinnslu og þeir hafa tekið og sagt okkur frá því að það jákvætt tekið í þetta og það verið að móta hugmyndir þetta og það verið held ég gerðar opinberar eða bara unnið með fólki og okkur að því að tengja einhvern veginn húseigendurna. Þurfa að hugsa það og svoleiðis? Já, meðal annars. Þannig að þetta samtal hefur verið í gangi og ég vænti góðs af framhaldinu. Sem bara frábært. Það manni hugnaðist ekki alveg þessar svona fréttir en þetta hefur aldrei verið gert áður á Íslandi. Þannig að Þórkatla, þeim alveg fyrirgefið að kannski, en þeir bara taka svona ábendingum og gagnrýni og bara vonandi laga sitt mál bara. Já, ég hef bara góða tilfinningu fyrir því að þetta verði leyst með hagsmuni og vilja íbúana í huga. Já, en það vantar ennþá sem var náttúrulega alveg vita, það vantar bara meira framboð á húsnæði og því miður virkar þessi markaðar þannig að ef eftirspurnin meiri þá sprengist verðið upp. Já, því miður. Það er Grindvíkingar að rífast eignir sem náttúrulega dálítið sorglegt sko. Já, en það allir að reyna að bjarga sér og sínum. Þá gerist þetta svona. Yfir 1000 fjölskyldur sem að skyndilega vantar húsnæði, það eðlilegt að það tæki í. En eitthvað að frétta hjá ríkisstjórninni með eitthvað að vera að skoða að flytja inn einhver einingarhús eða? Já, það eitt af því sem við höfum verið að vinna með og bara síðustu 2-3 vikurnar hefur verið fundað nokkuð stíft þetta. Hvað sem út úr í kemur, þá erum við að reyna eins og við mögulega getum að... Hvenær heldur megi vænta kannski einhverja? Ég get nú kannski ekki tímasett það, en það liggur á þessu. Já. Og við vorum nú bara með fund núna fyrir helgina, þar sem við fjarfund með sænskum aðilum sem var sett upp af sendiherranum sænska
fróðlegu fundur og það fleiri slíkir sem við höfum verið að halda til þess að reyna að leysa þessi mál. Þannig að það bara bjart framöndan í hérna Grindavík? Já, við verðum bara að vera bjart sýnir, það þýðir ekkert annað. Verkefnið stórt og ýmislegt hefur nú þokast til betri vegar en það er óvissan sem erfiðust. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Í sjónvarpsþáttaröðinni Suður með sjó frá sjónvarpi Víkurfrétta hittum við Suðurnesja fólk sem að spreyta sig á hinum ýmsu sviðum. Við fórum á fund með Guðmundi Karli Brynjarsinni presti og hittum hann í hans gamla heimabæ, Keflavík. Hvað kemur til að þú hefur áhuga á því að verða biskup Íslands? Sko, ég alveg að segja satt. Ég hugleiddi þetta ekki neitt. Þetta kom eiginlega fyrir hvatningu bara alls konar fólks og sérstaklega svona síðasta árið. Síðasta sumar þá var vígslubiskupskjör og mjög óvænt var þess að ég sættist eftir því að neitt var nafnið mitt bara ofarlega á blaði og það voru alveg 2-3 sem sögðu við mig þegar ég voru að hvetja mig. Ég sá nafnið og bara já, Gummi Karli. Og ég veit ekki almennilega hverju það voru sem tilnefndu mig þá sko. En svo fann ég bara fyrir því þó að mér finnst þetta ekki spennandi tilhugsun til að byrja með þegar ég fór svona aðeins að heyra í kollegum og þá fann ég fyrir því að svona köllunin óx frekar en hitt. Svo tók ég þessa ákvörðun bara og það sem sóknarprestur í Lindakirkju þá starfið hefur náttúrulega mjög sterkt og öflugt þar og frábært fólk í kringum mig. Hvað er það stór sókn? Þetta eru svona 14.000 manns sem búa þarna núna. Við erum 3 þarna prestar og í rauninni sem sóknarprestur þá hef ég reynt að hafa mjög bara augun opin fyrir hæfileika fólki sem vill gera vel fyrir kirkjuna. Ég hef líka verið með opin eyru fyrir góðum hugmyndum og stundum frumlegum og skemmtilegum sem við bara látum vaða og ég meina sumt hefur virkað og annað ekki en fyrir vikið bara þá fær fólk að blómstra þú veist í sínum hæfileikum og svoleiðis á þess að ég hafi áhyggjur af því að einhver skikki á mig. Þú veist, mér finnst það bara gaman að sjá starfið blómstra í kringum mig og þannig í rauninni hugsa ég myndi þjóna sem biskup líka að virkja mannauðinn ennþá betur vegna þess að það svo óbáslega margt sem að býr í bæði vígðum þjónum kirkjunnar og fólki í söfnuðunum og svoleiðis sem að þykja vænt kirkjuna sína og því miður þá hefur nú umræðan þjóðkirkjuna oft verið frekar á neikvæða nótum og þannig eru bara fréttir yfirleitt sko. Eins og dæmi þegar Guðni Már var ráðinn á sínum tíma til okkar, það var 2008, þá var þetta búið að koma tilkynning einhvers staðar og ég fæ símtal frá blaðamanni að ég tala við Guðmund Karl, fyrrverandi sóknarprest í Lindakirkju og ég segi, þú segir mér fréttir, ég vissi ekki að ég verið fyrrverandi. Jú, var ekki verið að ráða annan? Já, jú, það var verið að bæta við, segi ég, gaman að þú skuli hringja og þú skalt endilega skrifa fréttur það, ungur og flottur maður sem ég held að vera með eitthvað skúp, sko. Þá held hann að vera eitthvað hnýsli gangi og það verið búið að íta mér í burtu og ætla að fá að vita hvað, en hann hafði engan áhuga að segja eitthvað jákvæmt, sko. En hvernig finnst þér staða þjóðkirkjunnar verið í dag? Mér finnst hún, auðvitað hún sterk hjá fólkinu sem að leita til okkar. Það fjöldi fólk sem að
Já, ég menna treystir okkur fyrir börnunum sínum í barnastarfinu og treystir okkur fyrir sínum dýpstu tilfinningum og á erfiðum stundum lífsins og þeim gleðilegustu líka. Og það fólki sem held ég finnur og skynjar kirkjuna á mjög jákvæðan hátt, en svo fáum við einhvern veginn allt aðra mynd, kannski það sem í fréttaflutningi, þá eins og einhver sagði mig, hefa tilfinninguna eins og þetta sé bara eitthvað svona bákn sem gengur á með einhverju hjaðningavígum og leiðindum endalaust. Og það ekki þannig, þetta ekki kirkjan. Í raun og það sem mig langar til að gera, það að miðla réttri ásýnd kirkjunar. Það að segja að við sýnum okkar rétta andlit. Þú erum kannski að bæta ykkur aðeins í upplýsingagjöf, kynningu? Já, og þurfum ekki að bíða eftir því. Vegna þess að eins og þið eru núna með ykkar fjölmiðil, þetta frekar einfalt. Og eins og ég svo oft sagt, við erum einu staður sem allir eru á, það í símann. Og þar eru við að miðla upplýsingum og þar meira að segja eru þessir hefðbundnu fjölmiðlar sem við erum aldrei upp við. Sjáu það bara eitt dagblað eftir, prentað dagblað. Og ég raun og veru þetta svolítið vilda vestrið hvernig þú miðlar upplýsingum. Og þetta andrúm sem að kirkjan á bara að stíga inn í og taka sér sitt dagskrárvald og miðla sinni ásýnd til fólks. Og ekkert að bíða eftir því að þessir hefðbundnu fjölmiðlar tala við okkur. Og þetta þarf ekkert að kosta mikið. Og ég nefni þessi dæmi hvaða möguleika kirkjan á. Ég ætlaði mér nú á tímabili að vera kvikmyndagerðarmaður og fékk útrás fyrir þann þátt í mér. Ég bæði skrifaði handrit ásamt Guðna Má félaga mínum og Þorleifi Einarsinni leikara og við framleiddum í samvinnu við Skálholtsútgáfuna á sínu tíma þætti sem heitir Daginn í dag og voru gefnir út á DVD-diskum en hafa verið aðgengilegir á sjónvarpi Símans og Vodafone og ég get sagt þér Barnabörnum mín elska þetta. Já, það? Já. Við erum endalaust að fá þessu fréttir. Já, ég var að horfa á þetta með þeim daginn. Já, nákvæmlega. Og ég menna þetta orðið 12 ára gamalt efni og ennþá að gera gott mót. Og ég menna þetta eru komið, síðast þegar við fréttum þá var þetta 1.038.000 leigur, skilur við. Sem þýðir það að börn og ef við delum því á 3 ár, þá eru börn að horfa, íslensk börn að horfa á sunnudagsskólalög og læra bænir og biblíusögur og bara fyrir utan að vera með skemmtilegt efni í 450 mínútur á dag, Og þetta hlýtur náttúrulega að vera stærsti sunnudagsskóli landsins. Og þetta ég að segja, vegna þess að ef við miðlum rétta efninu, þá erum við alveg að ná augum og eyrum. Og það sem mér finnst vera keppikeplið, það við eigum að fara á torgið sem hérna í símanum okkar og við eigum að ná fólkinu út úr þessari stafrænu eyðimörk og inn í lifandi samfélag. Sem kirkjan Nákvæmlega. En hvernig yrði þetta það fyrsta sem þú myndir gera ef þú verður kjörinn biskup? Þetta allavega klárlega mál sem að mér finnst skipta virkilega mál að leggja áherslu á. Vegna þess að ég held að ef við mótum, ef við finnum fyrir því, að við bara erum alveg óhrætt við það að segja að ég elska þjóðkirkjuna, þá hlýtur okkur að líða öllum betur, bæði sem að tilheyrum henni og við sem erum að þjóna henni. Það sem að mér finnst líka mjög mikilvægt í rauninni að við höfum eiginlega ekkert efni á öðru heldur en að róa í sömu áttina. Ég ekki að segja að mig ekki takast á hluti, ég ekki að tala það, en að samt sem áður að aldrei að gleyma því að við erum fyrst og fremst að miðla góðu fréttunum Jesú og það alltaf okkar markmið, hvernig sem að allt svona stjórnkerfislægt jafnvel og jamlega það er í rauninni bara svona aukaatriði.
stórt atriði, ég er ekki að meina það, veraldlega séð, en við höfum bara mikilvægasta boðskap í heimi að miðla. Og það við eigum að reyna að láta hitt ekki sko yfirskyggja það. Og það annað, eins og ég myndist á með þakklætið sem að breytti lífi mínu, þakklætis hugarfarið. Mér finnst að mjög mikilvægt verkefni á hálfu kirkjunnar að miðla þessu þakklætis hugarfari, því ég held að það breyti ekki bara einstaklingum, þegar það breytir einstaklingum þá breytir það hugsun samfélagsins líka. Auðvitað ósköp eðlilegt að við gerum kröfur og við látum ekki vald yfir okkur, en það við nálgumst það á allt annan hátt ef að við erum alltaf meðvituð og tökum það með inn allt þetta jákvæða og góða sem í kringum okkur þrátt fyrir allt. En þú talaðir að þú viljir, já, hvað getur við sagt, kynna kirkjustarfið betur og koma því inn í síma fólks ef við förum lengra aftur í tíman. Og þú varst búinn að minnast á að fermingafræðslan, þér ámar í að það hafi eitthvað slíkar hugmyndir komið upp þá? Já, ég hef oft hugsað það sko, að því ég man svo vel eftir þessu, að því að það hafi ekki verið bara í fyrsta skipti sem ég heyrði þetta orð í ræðunni hjá Ólafi Oddi. Presti, þáverandi presti. Já, og sem að ég fermdist hjá. Hann segir við okkur í fermingunni já, hver veit nema í framtíðinni eignist þið biblíuna á örtölvu og við erum náttúrulega löngu hægt að setja þetta ör fyrir fram að það bara tölvur. Samt má nú alveg segja að síminn sé örtölva sko. Og biblían löngu komið þangað. Við getum nálgast hann á öllum heimsins tungumálum í þessari örtölvu okkar. Og það sýnir til dæmis hvað biblíufélagið hefur staðið sér vel í að í rauninni mæta nútímanum, að við getum nálgast Guðs orð bara ókeypis á símanum okkar og í rauninni, já, tími vídeólegan liðinn sko, við verðum aðeins átt okkur af því. Þannig að Ólafur Oddur hefur eitthvað séð fram í tíman? Já, greinilega, þetta var allavega svona, og satt í mér alltaf, ég man alltaf eftir þessu. En þegar við erum hérna í gamla hverfinu þínu, það sem að fólk krakkarnir eru alveg upp við það að þau voru ekki inn í tölvunni eða hér var bara verið að leika sér í alls kyns leikjum og íþróttum og fallegspýtan og endalaust á kvöldin og vetursumar voru haust sko. Það en sko ég man nú samt eftir því að kennarinn okkar, hann Steinar Jóhanns, ég náttúrulega af þessari kynslóð, sko, ég fæddur 66 og það sama ára sjónvarpið byrjar. Svo vorum við með kannasjónvarpið líka. Hann segir, þegar ég alast upp, þá var ekkert sjónvarp, þá vorum við bara miklu meira út að leika okkur, sagði hann þá, sko. En mismuninn af því sem var þá, þegar ég alast upp og núna, það held ég gjörólíkt, sko. Auðvitað leika krakkar sér alveg úti. Þetta orðið, fyrst manni, meira svona skipulagður leiktími, heldur en að vera bara út að leika sér og finna upp á því sem manni datt í hug. Þú veist, ég man að það væri óhugsandi eins og, ég man að eitt sumari var einhver flækingshundur sem að, þú veist, ég mátti ekkert eiga og enginn vissi hver átti, kannski átti hann einhver, en þú veist, hann beið á eftir mér á morgnana og svo var hann að þvælast með mér allan daginn og svo bara fór hann eitthvað á kvöldin. Svona eitthvað, þú veist, þetta væri alveg óhugsandi í dag. En þú átt hund í dag? Já. Búin að eiga lengi eða? Nei, hann nú alveg 7 ára en hann bara búin að vera hjá mér í 2 ár, sko. Já. Fylgið þér í kosningabaráttunni eða? Já, hann fór með mig til dæmis norður núna. Já. Og og hann kemur með mér alltaf í vinnuna á hverju minnsta degi og ég svona þjálfan í að lesa Guðspjöllin. Já. Leið og við þökkum ykkur fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út blaðið að sjálfsögðu. Prentum það í hverri viku og dreifum því á Suðurnesjum á 30 stöðum.
En við erum líka farin að dreifa því á 3 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Salalaug í Kópavogi og í Netto-verslunum á Granda og í Mjódd. Nú við erum að skrifa fréttir alla daga á vaff.is og á kylfingur.is. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að hafa samband ef að þið eru með góðar hugmyndir efni. Sendið okkur á vaff hjá vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst síðar, verið sæl.